Þannig að þetta er komið í ljós núna. Hvernig bara er aðdragandinn að því að þú ert að taka við hér í dag? Hilmar formaður stjórnar hafði samband mig, ég held að það vera skýrta eða deginu fyrir skýrta, ég man ekki alveg hvernig það var. Þannig að eins og ég segi, þetta er búið að ganga hratt fyrir sig. Og þú kemur núna til Íslands, sem ekki búsettur hér og viðræðurnar hafa gengið hvað vel eða? Já, bara við settumst niður á miðvikudaginn og aftur í gær og við náðum saman, þannig að það er bara mjög spennandi. Þú náttúrulega hefur verið núna úti í Danmörku, þekkjum kannski ekki sérstaklega vel til þín sem þjálfara nema í landsliðinu. Hvernig heldur að verða að koma inn í dómarasdeildina? Það verður mjög spennandi, ég veit að þarf kannski að aðlaga með aðeins að sumum hlutum hérna, það er alveg á hreinu. Ég er vanur að vera með flest alla mína leikmenn 2 á dag og ekki með menn í fullri vinnu, þannig að það verður eitthvað sem ég þarf að aðlaga með, það er engin spurning það. Og það er mjög spennandi challenge, það verður mikið svona time management sem ég þarf að breyta aðeins vinnuhögum hjá mér, það er ekki spurning, en ég er mjög spenntið fyrir tækifæri. Stjarnan, ég meina að þú hefur enga tengingu Stjörnuna, alveg fyrir Borgarfirði verið í Sindra og FSU. Er þetta eitthvað svona félag sem að heilla þig sérstaklega? Já, annars væri ég ekki að koma, það er alveg á hreinu. Því miður eru Reykdælar ekki með úrvalsdeildarlið og verða líklega seint, þannig að ég á ekkert félag í efstu deildum á Íslandi, en Stjarnan er með frábært yngreflokkastarf, örugglega stærstu deildirnar, þannig að það er hægt að gera mjög vel með þetta félag held ég. Það er framtíðin í björtina og þetta verður bara mjög spennandi verkefni. Hilmar segir að þitt verkefni sé svolítið að halda utan bara leiða áfram og byggja á heimamönnum, en árangur verður samt væntanlega markmiðið ykkar. Jú, við ætlum að vinna marga leikir hægt. Það er allir sem fara í þetta með það að leiðarljósi, en eins og segja, við ætlum að skoða hvort við getum styrkt félag eða liðið eitthvað, en það er mjög efnilegir strákar að koma upp, en það er kannski að brúa aðeins bilið þannig að við náum þessum góðurum inn í meistaraflokk. Hefurðu rætt við leikmenn í liðinu? Hvernig hugurinn er þetta þeim? Ég hef rætt við nokkra, ekki mjög marga, en þá sem ég hef rætt við, það er bara spennandi tíma framöndan og hlakkast á að takast á við verkefnin sem framöndan eru, það er ekki spurning. Hver heldur að sé svona stærsti munurinn á því að koma núna úr dönsku deildinni upp í Dominos? Ég held að sé aðalega þetta með að vera með leikmenn sem er að vinna eitthvað annað versus því að vera ekki að gera það. Ég held að það sé svona kannski það sem að verður mest aðlögun. Ég hlakka mjög mikið til, það er spilað aðeins meiri í dönsku deildinni. Ég hlakka mikið til að vera bara með 50 dag, mér finnst það mjög spennandi. Þú sjálfur, ég veit nú sjálfur að þú ert mikið að krukka í myndböndum og skáta og alls konar. Verður með aðstoðarmann eða heldur þú áfram í þessu? Ég er á landinu í 2 daga, þannig að þetta var svona aðstoð þegar það er einhverja hugmyndir komnar, en það er ekkert búið að negla neitt þar. Við verðum, en ég tek þetta auðvitað bara eins og ég hef gert í gegnum tíðina. Hvað heldur að mig búist spenntur fyrir að flytja heim og fara í íslensku deildina að fullu krafti? Ég er mjög annars, eins og segja, annars var ég ekki að taka þetta að mér, ég er ekki spenntur fyrir þessu. Fjölskylda verður úti næsta árið, þannig að það er eitthvað sem mér kvíðir fyrir, en hún flytur hingað í mars á næsta árið, þannig að það verður smá svona sjóaralíf hérna í ár. En ég meina hvað, ætlar að vera upp í Borgarfirði, verður erfitt að vera þar? Það er þetta góður punktur, nú hef ég aldrei búið á Mölnu, þannig að það verður eitthvað sem maður verður að læra, það verðast flestir Íslendingar við lita, þannig að eitthvað hlýtur að vera gott við það, ég þarf að komast að eitthvað það sé rétt.